komið sæl. Þá er komið að seinni hlutunum. Það eru Guðlaugur Þór Þórðarson og Pavel Bartosek, báðir alþingismenn. Við ætlum að ræða ESB. Ekki rétt hjá mér að það svona minnkaði stuðningi við þjóðaratkvæði núna í ágúst? Ég hef ekki séð tölur stuðning við þjóðaratkvæðið sem slíkt sko. Man sá kannski tölur stuðning við aðildina sjálfa. Ég hef séð tvær nýja kannanir sem að bent til að mín hlið hefur nú gefið undan á undanförnum og það er bara ekkert að gera fyrir okkur annað að brettu bara í því. En svona stuðningurinn við að halda áfram viðræðum, það er ennþá 50-50 mál og í þessara könnun sem utanríkismálaráðuneytið gerði þá er ennþá tæpur en engan sér meirihluti fyrir því. En ég meina baráttan er auðvitað hafin en það er nokkrum mánuði eftir aðinni. Er ekki sjálfsagt að við fáum að halda áfram viðræðum? Svona við hættum ekki í miðju hlaupi. Já, fólk það verður auðvitað að upplýsa þjóðinu hvað felst í þessu. Já. Og hefur það ekki verið gert? Nei, og þetta er keyrt áfram á blekkingum. Það er mjög áhugavert að skoða þetta, hvernig þessi mál eru búin að þróast. Utanríkisráðherra hefur verið og forsætisráðherra og sérstaklega utanríkisráðherra hefur verið mjög mikið í Brussel og við þurfum auðvitað að fá að vita hvað þeim fór á milli því að það sem gerist síðan að við fáum hérna Ursulu von der Leyen sem bara besta mál og við höfum taka vel á móti henni og öðrum sem hingað koma. En maður hélt kannski að hún væri, þegar maður áttaði sig á því að þeir ætla að brjóta samninginn á okkur, að þarna væri verið að kalla hana til þess að segja okkur það að það myndi auðvitað ekki gerast. En þessi stað var það að staðfesta þá túlkun sem að sumir hafa að við værum ennþá með gilda aðildarumsókn. Sem því þá Evrópusambandið er búið að skrökva okkur í 1,5 áratug. Og það að vera ríki sem er þá stöðu að sækjum aðild að það er ákveðin staða svo með sem Ísland hefur ekki haft. Ef að stjórnvöld myndu koma hreint fram að þá myndu þau segja, heyrðu allt í lagi, ok, ég meina við erum bara að gefa okkur það, þetta sé bara gild aðildarumsókn. Nú þá hljótu við að skoða það hvað gerðist á þessum 3 árum og hvað var láti grundvallar. Því að það sem láti grundvallar var það við eðlilega, það er bara það sem við þurfum að gera, við erum að sækjum aðild Evrópusambandinu, þá þurfum við aðlaga okkur öllu því sem að þar er. Við fengum styrki sem er 8.000 milljónum frá Evrópusambandinu til þess að aðlaga okkur og það væri rétt og verður að gerast að almenningur og allir fá að sjá hvað var búið að vinna með. Það var vunnar, þó að þetta gekk mjög hægt vegna þess að íslensk stjórnvöld augljóslega vildi ekki sýna á þau spil og klára samningakaflana í langflestum þeim atriðum sem að virkilega máli skipta. En þá var það ýmislegt sem að var klárað, sem að lá fyrir og við eigum að geta séð. Og það er mjög áhugaverð skýrsla sem Össur þáverandi utanríkisráðherra samdum við Hagfræðistofnun að gera og var síðan birt. Þar sem að þetta kemur allt mjög vel skýrt fram. Það kemur alveg skýrt fram að það var bjartsýni og stóðst enga skoðun að halda við fengjum eitthvað annað heldur en þau skilyrði sem eru inngöngu. Það er langt síðan þetta var gert, það er nú langt síðan Össur var utanríkisráðherra. Já, en eftir stendur að þú getur ekki bæði sleppt og haldið. Nei. Ef þú segir að þetta sé gild aðildarumsókn sem að var farið á stað með á sínum tíma, nú ok, þá skulum við tala um það. Þú getur ekki bæði sagt, hún er gild, en allt það sem það var, það bara skiptir engu máli. Nei, jú, það hlýtur að skipta máli, þegar annars færu í eitthvað annað ferli. Það segir líka í þeirri skýrslu, mjög skýrt, á blaðsíðu 40 segir maður rétt, þar sem við vitum, en ég held að fólk viti almennt ekki, að ef við erum í Evrópusambandinu þá gildir ESB réttur, alveg sama á hverju dynur. Það skiptir ekki máli hvort þú sem er gömul íslensk lög sem ekki samræðum við að þú komið ný íslensk lög, það er alltaf ESB rétturinn sem gildir. Það segir líka og það er farið mjög vel yfir það, að því að sem menn eru mestaræðum, sem eru þetta bara eitt þáttur af þessu, það eru sjávarútvegs- og landbúnaðarmálin. Og það er sagt að það hafi aldrei fengist varanlegar undanþágur og síðan er rakin dæmin með Finnland og Svíþjóð þar sem það er tilgreint að það séu tímabundnar aðlaganir
og sömulegis sem Malta tilgreind sérstaklega, en það sagt frá því að það litla sem að þau fengu að Evrópusamband getur breytt í hvenær sem það vill með því að fara bara í gegnum þá málsmeðferð sem fara þegar þú breytir gerðum Evrópusambandsins. Og það sem ég bara segja það að ég ber fulla virðingu fyrir því, ég get ekki farið fram á það að þið hérna séu sammála mér í einhverjum málum, ég get ekki farið fram á það. En það sem ég get farið fram á það að ef við ætlum að ræða aðild Íslands að Evrópusambandinu, sem við hljótum að gera ef við ætlum að sækjum aðild Íslands að Evrópusambandinu, að þá ræðum við út frá réttum forsendum og þau gögn sem að við eigum að þau verði birt. Sko, til að byrja með, kannski varðandi áframhaldandi eða ekki áframhaldandi, ég held að það sé reyndar ekki kannski endilega forvitnasta spurningin í þessu, það bara eitthvað svona tækniatriði, en enga síður að þannig að Evrópusambandi vill meina að við séum með gilda umsókn og Íslenska ríkið vill núna meina að við séum með það líka. Það verður svolítið eins og verður með kannski 2 aðal á Facebook sem segjast báður vera in a relationship, sko, kannski einhver þriðji aðil sem hefur einhverja aðra skoðun, það hlýtur nú að vera skoðun þessara 2 aðila sem máli skiptir. En mér kannski langar bara þá að ræða bara Evrópusambandið og ástæði þess að ég Evrópusinni og ég hef verið stuðningsmaður aðildar Íslands að Evrópusambandinu í langan tíma og fyrir því eru náttúrulega nokkur rök og ég ætla bara að nefna 2. Það fyrst aðeins efnahagslega rök. Ég tel að myndi hafa jákvæð efnahagslega áhrif á Íslandi að vera aðild að Evrópusambandinu og ég held að myndi hafa mjög jákvæð áhrif á hag íslenska heimila. Svo við bara nefnum það, þá hefur þetta munur og það þetta bara þannig að við á Íslandi borgum 8,9% vexti af óverðtryggðum fasteignalánum. Það bara þannig. Í Evrópu, í ríkjum það sem eru hagkerfi sem sambærileg okkur, ég ætla ekki að taka hvaða ríki sem ég get bara tekið Norðurlönd sem svipað hagkerfi, Luxemburg, þar borga fá kringum 3%. 3% vexti af sínum óverðtryggðu fasteignalánum, óverðtryggðu því að verðtryggðu fasteignalán þekkjast þetta ekki. En það samt 5% og vextir eru aðeins misvættir í löndum, en það alltaf á bilinu kannski 3-4% algengustu vextir. Þar að munurinn á vaxtakostnaði íslenskra heimila og heimila í Evrópu samt 5% í dag og hann hefur verið, þessi munur hefur verið til staðar mjög lengi. Það mjög erfitt að finna eitthvað tíma í sögunni þar sem Íslendingar hafa bara borgað lægri vexti af fasteignalánum heldur en íbúar Evrópu. Þetta eru efnahagslegu rökin og síðan það hinn pólitísku rök. Ég held að það sé gott fyrir Ísland að vera í fleiri bandalögum með færri, að hafa fleiri vini heldur en færri og við erum núna á þannig tímum, við höfum bara séð hvernig kannski bandalög sem fólk hefur treyst að hafa verið að riðlast, hvernig ríki hafa verið að beita viðskiptaþvingunum að reyna að ná fram geopólitískum áhrifum og ég held á þeim tíma sé gott fyrir Ísland að þetta samstarf við þær þjóðir sem eru mest líkt þengjandi okkur, sem eru Evrópuríkin og líka vera partur af viðskiptabandali sem Evrópusambandið vegna þess að það oftar fæst í vöxt að viðskiptaþvingunum beint til þess að reyna að ná fram pólitískum markmiðum eins og sáum í tilfelli Grænlands. Þannig ég tel að þetta séu mín 2 vegamestu rök, hinn efnahagslegu, hinn pólitísku og svo finnst mér bara rétt og gott að Íslendingar fá einhvern tímann íslenska þjóðin fá einhvern tímann að ákveða það hvort að það sé farið svo leið sem ég mæli með, sem að sækjum aðild og ganga svo eða hvort það sé farið leið Guðlaugs Þórssonar og flest Vestur-Evrópuríki hafa einhvern tímann kosið þetta, hvort sem það var síðan ákveða ganga inn eða ekki og það komið tími til þess að við gerum slíkt saman. En stæðist við öll skilyrðin? Ég bara, mann fyrir nokkrum ára síðan þegar maður var að ræða þessi mála þá til þess Maastricht skilyrðin þá stóðust við þau ekki. Við höfum þetta ekki staðist Maastricht skilyrðin mjög lengi. Það náttúrulega bara þannig en ástæðan fyrir því að við viljum fara inn að til þess að standast þau. Og þá getur fólk þetta var inngöngu skilyrði. Já, það ekki skilyrði endilega fyrir inngöngu í Evrópusambandið að standast þau, það skilyrði fyrir inngöngu í satt myntbandalagi að gera það og þá getur fólk sagt, já, getum við ekki bara staðist þessi skilyrði og þá fáum við efnahagslega ávinninginn að því. Það kannski svolítið þá eins og líka saman við ef maður búin að vera að reyna að koma sér í form mjög lengi og svo eitthvað fólk sem hefur farið eitthvað námskeið með mataræði og æfingar sem hefur allt komið sér í form og miklu betra form með þú. Þú getur þetta sagt, ég ætla að gera sömu æfingarnar og vera með sama mataræði og allt fólki á námskeiðinu og bara gera þetta sjálfur. En einhvern veginn hefur það ekki gengið. Alla þess árategi sem við höfum haft sjálfstæð mynt. Við höfum alltaf sett uppi með miklu hærri vexti og miklu hærri verðbólgu heldur en ríkin á meginlandinu. Þetta svolítið skýrt. Já, og ég fagna því að Pavel sé að ræða efni máls og því að það hefur svolítið vantað upp á það.
En við skulum líka þá bara ræða efnimáls. Endilega. Og það sem ræði þetta að í öllum samanbyrði stöndust við komum mjög vel út í samanbyrði við Evrópuráðið. Og þegar þú skoðar svona helstu mælikvarða, hvort sem að það er kaupmáttur og reyndar að þannig þegar kemur allir húsnæðismálunum að þá stöndum við best af Norðurlöndunum. Þegar kemur og hér hafa vanskil. Stöndum við best af Norðurlöndunum? Já, það er bara með Eurostat og Hagstofuna. Hvaða mælikvarði? Þá er það bara varandi hlutfall fólk sem á eða eignar hlutfall eða? Það er fólk sem fólk á og vanskil hafa aldrei verið lægri eða þegar þessi ríkisstjórn tók við. Það eru sömuleiðis að þá skuldum við lítið í því þessum samanburði að þá er vegna þess að frakkar á beitt neytendamald innan OECD að þá sérðu aldrei lífeyrisskuldbindingar. En við erum ein af 6 ríkjum OECD sem eru með söfnunarkerfi. Þannig að þegar við erum að sjá nú fram á breytt aldurssamsetningu þá munum við alltaf koma betur út heldur en flest þessi lönd sem við berum okkur sama við og jafnvel þau lönd sem að standa okkur næst. Þegar að við erum að skoða svona helstu mælikvarðina í Evrópu og þá eru þau lönd sem standa best það eru Noregur, Sviss, Ísland, Liechtenstein, Luxemburg og svona Holland sem að kemur vel út en vel út í hvaða samanburði? Já, í öllum þessum samanburðum sem að þú ert almennt með og svo auðvitað að tala bara ég veit ekki hvar skal byrja, það er bara allt frá hamingjusömustu þjóðunum í það varðandi eins og ég nefni kaupmátt, fátækt til dæmis, þar komum við mjög vel út og þetta er að þannig að eftir að við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur að þá, og við höfum fullt af verkefni eftir og það munum aldrei klára, það var aldrei komið sem tímapunktur að við sem einhvern veginn ná fullkomlega til en þetta við gengi alveg einstaklega vel hjá okkur, alveg einstaklega vel og alveg ótrúlega vel eftir að við tókum okkar eigin mál í okkar eigin hendur. Ef við förum inn í Evrópusambandið. Þetta mæra til dæmis í verðtrygginguna? Nei, ég er ekkert að mæra verðtrygginguna, ég er bara að segja það að við getum gert það bæði vel og illa. Það bara liggur alveg fyrir og stundum gerum það ekki nógu vel og stundum illa en oft hefur gengið bara mjög vel og í heildina að þá er alveg sama hvernig þú berð þetta saman þú þarft ekki að þú getur fara á tölvuna inn og bara skoða þetta en í annar stað að þú talaðu fólk í öðrum löndum og þekki fólk í öðrum löndum meðal annars í Evrópu að þá er þetta svo sannarlega ekki þetta himnaríki sem menn einhvern veginn núna reyna að tala þetta upp í og það að við núna að því að Evrópusambandið gengur út á það að við ætlum að hafa völd sem okkur finnst vera algjörlega sjálfsagt. Allt og menn mikið ræða sjávarútveginn. Nú erum við að fara að semja það því að við þurfum að fara í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna. Við þurfum að fara í þessar sameiginlegu stefnur og þá hvort að við megum halda eftir 10% eða 20% eða 30% eða hvað af því sem okkur finnst vera sjálfstætt verið í dag. Annað sem er kannski lítið efnahagslegu þætti er til dæmis eins og landbúnaðurinn og til dæmis það því að pafilega mæra það að við förum í sameiginlega viðskipta og tollastefnu með Evrópusambandið það því það við ráðum ekki lengur okkar málum. Við höfum haft frjálslyndari stefnu heldur en Evrópusambandið á flestum sviðum. En eins og höfum við verið mjög skýr á því og þannig og líka nú erum við gert það og Sviss og Liechtenstein að við höfum verið mjög hörð á því að reyna að halda í okkar landbúnað. Heimskautalandbúnaður eins og í okkar tilfelli mun aldrei geta keppt í verðum, hann getur keppt í gæðum. Við erum með mjög fáa bændur og þannig að við höfum verið með háa tolla og vernd á því sem að þeir eru að framleiða. Á meðan að aðra landbúnaður, hvort sem að það hrísgrjón eða pasta eða bjór eða hvað nú að við erum ekki með innflutningstolla á því. Því að landbúnaður er miklu víðtækari heldur en við hugsum. Við hugsum bara sauðfjárbúskapinn og kýr. En við þyrftum að vera partur af þessu öllu saman og það að eiga við vextina er auðvitað verkefni og það er eitthvað sem við þyrftum að taka heiðarlega umræðu. Já, okkur aldrei tekist. Já, nei. Ég held okkur mun ekki takast. Nei, ok. Já, það er ekki til lengdar og ekki auðvitað. Já, ok. En bara tökum aðeins samt sem að þetta er ekkert himnaríki. Eins og þegar króatíski seðlabankastjórinn kemur hérna og segir, þetta gekk rosa vel hjá okkur. Það lækkuðu vextirnir gengum inn. Það er rétt. Það sem hann sagði ekki frá að þá hækkaði verð á fasteignum gríðarlega mikið. Og hverjir græða því? Það er þeir sem eiga fasteignar. Og það er auðvitað þannig að þó svo að
við verið í Evrópusambandinu, af því að stærsta vandamál er náttúrulega Reykjavíkurborg undir forystu Samfylkingarinnar og Viðreisn. Þeir höfðu þá stefnu þeir höfðu þá stefnu að allavega var það niðurstaðan að byggja stíft eins og hægt var, glæsihús án bílastæða. Evrópusambandið ekkert skipt sig að því, sko. Það hefur alveg, og það þýðir það að jafnvel þó þú myndir lækka vextina sem markmið og mér finnst lítið gert úr því sem að Benedikt Gíslason nefndi og ég ætla nú að taka upp í þinginu vegna þess að ég held að það sé nú þáttur sem við erum að skoða sérstaklega að þegar að við erum með í okkar góða lífeyrissjóðakerfi að samt sem að við miðum allt við 3,5% raunvexti að þá ýtir það vaxtastigin upp á öllum sviðum en það er bara okkar ákvörðun og það er ekkert þó að því að þú getur ekki sko vaxtastigið í Evrópu er ákvarðað af þýska seðlabankanum í Frankfurt og þegar menn voru að stofna til evrunar að þá voru þeir sem að hagfræðingarnir mjög margir sem bent á það væri eðlilegt að hafa Benelux-löndin og Þýskaland og Frakkland sem voru svona sama í raun efnahagsvæðinu að þau ætti að vera með evruna en markmið var að með evrunni var pólitískt þar að segja koma á samrunanum en ekki efnahagslegt og til dæmis var ég og fór þá með Sólveig Pétursdóttir þegar hún var forseti þings sem fórum opinbera heimsókn til Írlands. Írarnir fóru úr að taka sig við pundið yfir það að fara í evruna og þeir töluðu allstaðar það í opinberu ræðum að þetta væri svo rosalega gott. Þegar maður settist niður með kaffi eða bjóri eða hvað hann var, þá sögðu þetta að drepa okkur. Á hverju? Vegna þess að þá var Þýskaland ennþá að vinna úr sameiningunni. Það var lítið að gerast í Þýskalandi þannig að vextinni voru alveg eins lágir eins og mögulegt er. Á sama tíma var alltaf fleygiferð á Írlandi og það þýddi ekkert fyrir Írana að hringja og segja smámál því verið að hækka vextina og þetta er alveg, við erum bara að flæða hér í peningum og við ráðum ekki neitt. Það endaði síðan í svona ákveðnu hruni eða efnahagsáfalli fyrir Írana og þú veist það er ekkert fullkomið í þessu ef við förum og tökum aðra mynt sem við getum auðvitað gert. Margar þjóðir hafa tekið bandaríkjadollar sem nokkar stærsti viðskiptagjaldmiðill að þá þarf það að vera með mjög mikinn aga á öllum hlutum og það sem vantar hjá okkur og myndi ekki lagast við að færum inn í Evrópusambandið að minnumarkaðsmódeli eins og við höfum oft rætt hérna að því að við segjum hafa norrænt en það er það ekki. Í norrænu löndi þó sem mismunandi útfærsla þá byrjaði þannig í öllum samningalottum að þá skoðaði hvernig gengur í útflutningsgreinunum og þeir byrja að semja það út frá því hvernig það gengur og svo dreitlaði niður. En við höfum jafnvel snúið þessu við og það er okkar mistök sem eykur verðbólguþrýsting gífurlega og eina af ástæðan fyrir því að við erum að sjá það er það að við höfum verið með launahækkanir sem hafa ekki verið í samræmi við geta okkur til að standa undir því. En þetta breytist ekkert við gangin í Evrópusambandið. Nei, 2 af mínu börnum hafa keypt eignir í Svíþjóð og ég veit alveg að það er ekkert að bera saman greiðslu þungan þeirra að úti og okkur hérna heima, þetta er bara ósambærilegt með öllu. Já, en yngri dóttir mín var nú bara núna í námi í Danmörku. Ég veit alveg hver húsaleigan var, sko. Þú ert ekkert að fara að kaupa þér hús, einhver ungur einstaklingur í Kaupmannahöfn. Þú ert með sama vandamál og hvort sem út inn í Evrópusambandið ekki að ég meina þetta er eins og menn segja, heyrðu, það er svo lágir vextir hérna og þarna á ýmsum löndum í Evrópusambandinu en það eru mjög fáir sem að standa skilin að fara í þetta og þú þarft ekki annað en að skoða hvað fólk á í hverju landi fyrir sig og þú getur farið á netið og skoða það hvert hlutfalli er af fólki sem á eignir. Því að þetta er flóknara. Danmörkur er það náttúrulega samt bara þeirra eigin pólitíska ákvæð hvernig þeir hafa kosið að byggja upp sitt eigið húsnæðiskerfi. Þeir eru bara með mjög hátt hlutfall af handelsbólík og leiguíbúðum og annað sko. En ég meina ég bara fyrir ekki að grípa fram. En aðalatriðið að þú getur ekki, það er ekki þannig, þó þeir séu í Evrópusambandinu, þá er það ekki þannig að það sé sko einfalt og auðvelt fyrir ungt fólk að kaupa sér íbúðir í Kaupmannahöfn. Það má vera að sé einhverju stöðum út á landi, ég bara kann það ekki, ég ger ráð fyrir þessu sama eins og hér hjá okkur. Að það er tiltölulega einfalt að kaupa sér húsnæði ef þú vilt það, en fólk tekur ekki alltaf áhættuna með það vegna þess að ætla sér kannski ekki að vera alla ævi. Ég þekki til út fólk sem keypti íbúð í Kaupmannahöfn, þannig
Þannig að allir gangur á þessu. Svo ég afriti, ég ekki hér að halda fram að Ísland sé land það sem vont að búa í og að það sé hér allt í kalda kúlum. Ísland bara samkvæmt öllum mælikvörðum land sem nokkuð gott að búa í. En auðvitað það ekki þannig að því hljóta fylgja það að við séum borga 8,9% vexti á óverðtryggðum fasteignalánum. Og það þannig að því að þegar ég ræði mín fasteignalán og almenn kjör á fasteignamarkaði við vini mín og ættingja í Evrópu, þegar þeir nefna sína tölu, þá bara horfum við á skóna sína, þetta í rauninni eitthvað sem við ættum ekki að vera að bjóða okkur upp á, en ég held að sé snúið að segja bara já, við stöndum okkur bara betur, vegna þess að það á meðan að við búum við það að vera með ein mynd og vera með seðlabanka sem getur svona de facto prenta peninga þegar á bjátar, það alltaf þessi freistni vandi að gera það og þannig hefur það verið núna í alla þessa áratugi sem höfum haft sjálfstæða mynd og ég ætla ekki að halda því fram að það sé út af því að allir fjármálaráðherrar sjálfstæðisflokksins eða hverja sem hafi verið vonlausir allan þennan tíma, heldur einfaldlega þetta hluti af kerfisuppbyggingun að hafa svona litla mynd sem við stjórnum peningamagni umferð að eftir langar kjaradeildur ákvaða menn að koma til móts við kröfur verkalýðshreyfingar með hækkunum sem kannski eru aðeins umfram það sem hagkerfið raunverulega stendur undir og á stað fer verðbólgubál. Þessi freistnivandi, þessi möguleiki verður þetta ekki til staðar ef við erum með annan gjaldmiðil og þar með ekki freistingin heldur. Og ég held að við munum ekki geta beðið Evrópska seðlabankann að prenta seðla fyrir okkur fyrir til þess að koma til móts við kröfuverkefni. Þó að Evrópusambandið hafi mikilvægt sem mun taka okkur, þá mun ekki taka þau völd að við semjum okkar eigin kjarasamninga. Nei, en það verður aðeins erfiðar að prenta seðla til þess að þú getur ekki, málið, þetta bara kjarni máls. Og að við erum með vandan og ég og Pavel sammála það, vildi að flestir að þegar kemur að verðbólguþrýstinum þá þetta húsnæðismálun og kjarasamningarnir, það fyrir utan svo utanaðkomandi þættir eins og COVID og svo framvegis sem hafði sum áhrif bara hér og annars svo fengur Reykjanes elda líka. En það bara við, þó svo við fyrir minni í Evrópusland sem ákveðu það hvernig göngum framvarandi kjarasamninga. Það við sem ákveðum það hvort að við erum að ríða hér að því við nóga landi að talandi útlendinga að þegar að þeir koma hingað og horfa á Reykjavíkurborg og fara með mann og bara byrja á hverju eru þið ekki að byggja þegar er húsnæðisvandi, á hverju ekki að ríða nýja lendur. Þannig að 3500 nýjar íbúðir óseldar í Reykjavík. Já, á hverju ætli það sé? Á hverju ætli það sé? Verðlagningin? Já, nákvæmlega. Og vextirnir er svo dýrt að taka lánin? Heyrðu, ég var að keyra fram hjá Heklureitnum, glæsileg hús. Það er ekkert ungt fólk að fara að kaupa sig í þessu. Nei. Ef þú ætlar að byggja eins dýrt eins og getur, þá skaltu fara í þéttingarstefnuna. Ef þú ætlar að byggja dýrt og getur, skaltu fara í þéttingarstefnuna. Ef þú ætlar að gefa ungu fólki tækifæri, þá skaltu ryðja land. Þetta ekki flókið. Ég ekki viss ástæð þess sem 8,9% vexti á Íslandi sé skipulagsstefna einstakra sveitarfélaga og ég ætla að fóra fullra það að ef við göngum í Evrópusambandið og tökum evru þá getur verið að vera ekki alveg nákvæmlega sömu vextur á annars þeirra Evrópu, ég heldur reyndar að við verðum lágir og ég tel útilokað að við munum vera með 8,9% vexti á fasteignalánum inn í Evrópusambandið með evruna. En við getum alltaf bara að skoða, hvað mönnum finnst, við skulum bara skoða hvað undirliggjandi þættir og það sem alltaf í verðbólgun núna og hækkaði verðbólguna, það voru skatta- og gjaldhækkanir ríkisstjórnarinnar. Og þetta allt saman sem bara menn geta mælt og geta skoðað með vilja. En áttu okkur bara á því að hlutir sem okkur finnst sjálfsagt að við ráðum, nema hvað, að við munum ekki ráða lengur. Við skulum ekki bara sleppum sjávarútveginn, sleppum landbúnaðinum. Ég veit eitthvað að skoðum því hafi á því að við þurfum að veiða fugla, Finnst ykkur að veiða lóa eða spóa eða heiðagæs eða fíl eða eitthvað? Evrópusambandið mjög á þessu, Og þarna, það bara staðreynd og þetta allt í gögnum sem liggja fyrir og fólk mun og talandi viðskiptastefnuna. Ef að þið eru að ráða ákveða það, hvað við eigum að setja skattpeningan okkar í. Einhverjum sem segir, við skulum setja svona 4 milljarða í viðbót í ný tölvukerfi hjá tollinum og við skulum fjölga tollvörðum eða starfsmönnum tollsins nokkur hundruð. Einhver á því? Nei, við þurfum að gera það ef við förum inn. Þetta liggur bara fyrir í rýniskýrslu. Og fólk fyrir átt að segja því
að nú getum við haft alla skoðanir og mér og Pavel og félögum okkar á þingi og allt í góð með það. En ef að til dæmis út ósáttu við sjávarútvegsmálin eða náttúruverndarmálin eða viðskiptamálin, þá getur þú skamma okkur og þú getur kosið okkur aftur eða bara ekki kosið okkur. Ef við förum inn, þá getur þú talað við okkur eins mikið og vilt ef við erum þingmenn á Alþingi og við höfum bara ekkert með þetta að segja. Og þú að tala við Evrópuþingmannin. Og því að hugsun þessi og rökin fyrir að fara í Evrópusambandið eru þessi að við stöndum svo sterk saman og hvað þetta og markmiðið mjög skýrt og skrifa út til þess í Lissabonsáttmálanum, en allir líka, ég sérstaklega embættismannaveldið og eins og bara mjög skýrt á því að auka enn völd Evrópusambandsins. Að það þurfi að vera, þegar ég var í háskólanum að læra Evrópusambandið, að þá var að við þurftum að vera svona stór og sterk Evrópa til að vera mótvægi við Sovétríkin og Bandaríkin. Nú er mótvægi við Bandaríkin og Kína. Eini gallið með þessa hugmynd, hún bara rosalega vond. Það er að búa til Evrópusambandsríki og vera að færa völd í litlum og stórum málum og Evrópusambandið hefur aldrei tekið völd sem að þeir hafa náð og senda tilbaka til aðra. Ég læra með þetta, Páður, það er engin leið tilbaka. Ef við förum inn í Evrópusambandið, fyrst að þetta er leið tilbaka, það hafa bæði Grænland gengjur Evrópusambandinu og Bretland gengjur Evrópusambandinu. Já, hvað kostaði það? Ég ætla ekki að segja fram að því að það er svolítið erfitt. Ef maður fer að halda þessu fram, þá er maður eins og maður sé að fara í Evrópusambandið bara til að fara úr því, sem auðvitað er ekki, bara svo ég sé hreinskilinn. Ég er ekki að fara í Evrópusambandið til þess að ganga úr því, en það er heldur ekki hægt að halda því fram að það sé ekki hægt. Bara eins og þegar maður gengur hjónaband, það er auðvitað mikil ákvörðun að hætta í hjónabandi, en það er hægt. Og það lönd hafa gengið úr Evrópusambandinu, það eru allavega tvö dæmi það, þannig að við skulum ekki hræða fólk með því að sé ég er ekki að hræða neinn, one way street. En ég hef rætt við stjórnmálamenn víð Evrópu, ég hef talað við pólska, litáíska og allir fara þeir í kosningar og fólk er þar að ræða menntamál, fólk er að ræða verðbólgu, fólk er að ræða innflytjendamál. Einhvern veginn virðist fólk ekki upplifa þar að það geti einhvern veginn bara að halla sér aftur og sagt Evrópusambandið ræður þessu öllu. Flest af því sem er til umræðu í kosningum á Íslandi og allt er líka til umræðu í Evrópu vegna þess að löndin auðvitað ráða þessum málum að mjög stórum hluta. Hvort sem það er orkumál eða innflytjendamál eða menntamál líðan ungs fólks, vextur og verðbólga. Allt þetta er líka til umræðu í Evrópu. Þannig að Evrópusambandið munu það munu hlutir breytast, það munu vera hlutir einhver lög og reglur sem við þurfum að taka upp sem við gerum ekki í dag. Hvað ákvarðanir taka þér af okkur? Sem við höfum þetta gert svo ég nefni bara viðskiptasamninga við önnur ríki, það er augljósasta dæmið. Það er rétt sem Guðlaugur segir og ég lít það sem ákveðin kost, sem að við getum þá samið betur í krafti fjöldans, en við getum í dag gert fríverslunarsamninga í gegnum EFTA eða sjálf við þriðju ríki. Evrópusambandið er viðskipta vask- og tollabandalag sem gera verkum að það er einn markaður og þess vegna er ekki þannig að Frakkland gerir sinn eigin fríverslunarsamning við Bandaríkin og hinn ríkin ekki. Þetta vald munum við ekki hafa. Við munum heldur ekki hafa eigin sjálfstæða seðlabanka. Við munum vera hlutað Seðlabanka Evrópu. Þetta verður vald sem við munum ekki lengur hafa. Ég lít á sem kost í krafti fjöldans, en það er rétt. Þarna eru dæmi ákvarðanir sem við munum ekki geta tekið auðveldlega áfram sjálf. En þannig að svo það sé bara sagt, en auðvitað eru í dag líka búin að de facto og de jure, de facto færa Evrópusambandið ákveðin völd löggjöf á Íslandi vegna þess að allt sem snýr að EES-samningnum og innri markaðnum er eitthvað sem við höfum skuldbundið okkur til að vera einsleitt. Þannig að þetta er ekki eitthvað staða sem við algjörlega þekkjum ekki, þó að svo að lagalega uppsetningin á því sé svolítið ólík. En við náttúrulega við erum að taka mjög lítinn hlut af gerðum Evrópusambandsins núna. Og við til dæmis höfum ekki tekið... Ég þekki nú þessa leikfimi hjá þér en það er náttúrulega svona að við horfum bara á það hlutfall af köflum sem opnum lokum síðast, þá náttúrulega opnum við og lokum mjög mörgum köflum ESB rétti sama dag og við opnum og sem þýðir þeir voru allavega þriðjungur, sem þýðir það er allavega sá hluti löggjafara sem er svona nokkuð veginn. Það er alveg sama hvernig þú reiknar þetta er mjög lítill hluti. Nei, það er ekki alveg sama hvernig ég reiknar þetta. Þú ert að taka inn... Ákveður alltaf að grípa fram í fyrir mér? Af því að ég hef svo oft að halda þessu fram, en þetta er aftur ekki höfðræð, en þið takja inn hluti svo ákvarðanir sem ákvörðun að tiltekið fótboltafélag í Hollandi fá ríkistyrk. Það er dæmi ákvörðun sem Guðlaugur Þór vill
taka inn í þennan heildarfjölda, en gott og vel, ég held að þetta sé ekki höfuðatriði. Veistu það, bara tölun að tala sínu máli og það svo sérstakt í þessu umræðu að þarna, auðvitað finnst maður alltaf að vera þeim megin í tilvíðinu, aldrei svo þetta, nú eina sem maður að gera, maður að reyna bara að koma staðreyndir á borðið, bara þannig að fólk tekið, og í þessu tilfelli að þá eru hlutfall gerða, það bara gefið út eftirskrifstofunni, það liggur alveg fyrir hvað það mikið. Og sömulegis setjum við kabla, þar sem við erum með, getum satt svona 1/3, þar eru við fullir aðilar út af því að við erum aðilar inn í markaðnum. Síðan ertu með annan þátt annarkvort tökum við ekki þátt í sem gríðarlega mikilvægir og sömulegis að þá erum við með eitthvað sem að við erum að hluta til en þáttir sem við hluta til í umhverfismálunum en til dæmis náttúruverndin sem gríðarlega mikið af því náttúruverndin bannað við hval og sel og heimskautaref og hvað þetta að þetta eru þarna gríðarlega mikið valdaframsal og það liggur alveg fyrir og ég hefði ekki þurft að gera en ég var utanríkisráðherra á þeim tíma þegar að Evrópusambandið og Bretar voru að semja. Ég búið að sitja mörgum sinnum og ræða þessi mál við Barnier sem var aðalega samningumaður Evrópusambandsins og sömulegis var í miklu samskipti Breta því að við vorum líka semja við þá. Þannig að það enginn að segja mér eitthvað hvernig þetta sko. Ég bara veit upp á mína 10 fingur bara nákvæmlega hvernig það og þessir aðilar í Evrópu voru ekkert að fara í felum með þá, ekkert að fara í felum með það að þeir ætlast að ganga þannig fram að einhver ætlar út að þá verður það öðrum víti til varnar og nú getur við sagt, já bara ok, það bara erfið hjónaskilnaður, nei það ekki alveg þannig vegna þess að Evrópumarkaðurinn náttúrulega stór og hann í þessu tilfelli bæði okkur og Bretum að þá hann okkar næsti markaður og jafnvel þó að það var alveg reiknað út af því að menn tala nú ekkert hvað gangi illa í Frakklandi og Þýskalandi að Þjóðverjarnir töpuðu líka mjög mikið á því að koma viðskiptahindrun milli Breta og þarna Evrópusambandsins en það trompaði það að þeir ætlu að ganga þannig fram að það myndi ekki hvarfla neinum öðrum að ganga út og til dæmis eins og þetta þeim finnst sjálfsagt og eru núna búin að festa sig það að þeir vera allavega í 13 ár áfram í lögsögu Breta 13 ár áfram í lögsögu Breta. Þannig að það fyrir okkur, þeir voru 5. stærsta efnahagsveldi heims, komu svolítið bláir að þessu því að augljós hagur, bæði Evrópusambands og Breta, það sé eins góð viðskipti eins og mögulegt báðir hagnast á því. En það var bara þessi pólitísk áhersla að það skildi refsa þeim sem fær út. Fyrir okkur 400.000 búin að koma okkur inn í sameiginlegu sjávarútvegsstefnuna sem það auðvitað mjög freistandi fyrir Evrópusambandið og sömuleiðis að við erum þar sem þeir sækjast í auðvitað peningarnir okkar því við þurfum alltaf að borga með okkur. Þetta verður svona 37-40 milljarðar á ári sem við þurfum að greiða inn með okkur eðlilega og það ekkert óeðlilegt ég menna það verður frálegt ef Grikkland fátæku verður þeir voru að greiða með Íslendingum þeir sem meira þeir greiða inn og það óumdeilt það var ekki þannig að við segjum bara takk fyrir þetta var smá misskilningu við misskildum hvað þetta fólst í sig og við ætlum að fara út það var mjög erfitt fyrir okkur og fólk verður að átta sig á því að því að sumar ákvarðanir eru bara þannig að það bara eru slæmar og hafa afleiðingar en alveg aftur kræfar. Í þessu tilfelli nokkurn veginn fræðilega ómögulegt að ganga út ef við förum inn og það myndi alltaf hafa með okkur gríðarlega mikið kostnaði för með sér. Við fengjum aldrei EES-samninginn til dæmis það og það að vel dokumentera, Karl Baudenbecker skrifaði það að ég talaði fyrir því af hverju hleypið ekki bara Bretunum inn í EES meðan þeir eru að vinna úr þessu. Það stóð aldrei til. Það kom aldrei til greina hálfu Evrópusambandsins. Eða Breta. Ég meina Bretar höfðu ekki áhuga á því. Ert þú að segja frá hvernig það var eða? Ég átti samtöl við þessa menn þarna og hérna sem voru utanríkis Ég ekki orðið var við það að Bretar höfðu áhuga á því. Ég meina, ertu sannfærður það að... Ég ekkert að sannfærður eitt. Ég bara að segja frá því að ég var samt við borðið, ég var að ræða við þetta fólk og eðlilega voru við að ræða þessi mál. Og það voru þarna nálgun þeirra sem voru völd var auðvitað það að gera þeir smúðlega eins og hægt þeir kom ekki við borð og séu megum fari í EES en þeim var aldrei boðið upp á þann möguleika ég verð að spyrja þessu finnst þér líklegt að því að nú þekkir þú alveg mikið þessu fólki í bara Brexit og ég veit ekki hvað vel þú þekkir Nigel Farage og hans hóp en ég myndi vera svolítið hissa ef ég kemist að því að sá hópur væri ánægður með það fyrirkomulag að þeir myndu með einhverjum hætti stimpla
EES-reglugerðir frá Evrópuþinginu inn í breska þinginu með sama hætti og við erum að gera í dag án þess að hafa mikið að segja. Ég yrði mjög efins að ströngustu Brexit-sinnarnir yrði ánægð með það fyrirkomulag. Ég má svara þessu og bara segja hvernig þetta var. Og ég þekki Nigel Farage ekki neitt, ég hef aldrei hitt hann eða talað við hann. En ég þekki þetta mjög marg og var í miklu samskiptum við kollega mín á þessum tíma. Að þá voru menn að leita að leiða fyrst í svona góðri trú að reyna að gera þetta svona eins vel eins og hægt var, sko. Sem að þetta til næst verið eðlileg leið að gera, meðan menn voru síðan að vinna úr því. Það er hugsanlega ekki framtíðalausn. Ég sá fyrir mig þegar það var styrkur fyrir okkur og ég vildi helst fá Bretana inn í EFTA því að það myndi bara að því á sínum tíma þegar samningun Evrópska efnahagssvæðið var byggðu þú Evrópusambandið segja og er að glöða að hugsa þegar við bara átt að vera einhvern veginn svona hliðinn í Evrópusambandið þá var EFTA miklu stærra á þessum tíma. Þú varst með Svíþjóð og Finnland og þú varst með Austurríki inn í EFTA og þetta var svona næstu því jaft og þú hefði getað þróa þetta með ýmsum hætti, en hvað sem því líður að það sem ég bara segir þetta að okkur yrði ekki boðið að fara inn í EES aftur vegna þess að þeir líta á það þegar EES fyrir töðaráðum þeir telja að við fáum allt fyrir ekki neitt við séum ekki að borga með inn í þessi verkefni sem þeir eru í og svo framvegis og það er svona útidúr varðandi Bretana þetta hertist allt vegna út af afstöðu Evrópusambandsins og en það er bara efni í sér þátt að fara kannski Bretar ákvað sína framtíð. Noregur borgar alveg heilan helling inn í Evrópusambandið vegna EES-samningsins. Við erum svo lítil að það er svo... Nei, Normenn tók ákvörðun það og ég var nú í þessu bara þingmaður þá, þeir kynntu það áallun og það veit enginn á hverju þeir gerðu það, sko. Við erum með þróunarsjóð sem við greiðum í og bara hlutfallega landsframleiðslu með þarna Liechtenstein og Noregi. Svo ákvað Normenn, og ég bara veit ekki alveg okkur, að komi sinn eigin sjóð, sko, til að styðja ríkin inn í Evrópusambandið. Og Guðinn veit á hverju gerðu það, sko. En svo er það þannig að því að við áttum bara að greiða inn í þróunarsjóð í 5 ár eftir við gengum inn. En Evrópusambandið hefur beitt okkur þrýstingi til að vera þar áfram en hefur ekki verið tilbúin til að gefa mikið á móti. Þeir eru og bara átti ykkur á því og það er áhugavert að lesa viðtalið við Össur Skarphéðinsson sem að fór nú ekki mikið í Vísi. Það er hann að segja bara frá því, bara hvernig að, og hans orð, fransku fasisti, það er pabbi Marine Le Pen, og hún getur orðið næsti forseti Frakklands, ég nota orð Össur, og svo þarna írskur miðjumaður sem var mjög tengdur inn átti sína eigin persónulega hagsmuni í sjávarútvegi. Að þeir voru að gera Íslandi erfitt fyrir með allar handar og þetta gekk nú út á makrílmálun á þeim tíma og þeir voru að þessu vegna þess að við vorum að sækja aðild. Ef við færum að inn þá gætu þessi menn og þeir sem að eftir koma þeir gætu alltaf verið að beita okkur slíkum hlutum og þeir hafa farið illa með litlu ríkin eins og við þekkjum og Pavel þekki mjög vel. Sko, fyrir svona í síðustu viku eða þar síðustu var ég svona eins og oft áður svona leita ykkur á tímarit.is og þá kem ég að stórri grein sem þið skrifuðu Bjarni Benediktsson og Illugi Gunnarsson. Þetta er náttúrulega áður en Bjarni verður formaður Sjálfstæðisflokksins en það eru þeir eindregnir Evrópusinnar. Þetta er ekkert svo langt síðan. Hvað hefur breyst? Það eru sko sérstaklega Bjarni náttúrulega, áhrifamenn í flokknum. Svo kannski meira Birti Guðlaug sem langar samt að grípa þetta eitt að því að ég held reyndar að sé rétt að ef göngum í Evrópusambandið þá verður ekki líklegt að göngum úr því. En ég held að verði líka út af því að mér finnst mjög ólíklegt að ESB aðild verði mjög umdeild í samfélaginu ef að Ísland ákveður taka að skrefa og ganga inn. Og það er bara vegna reynslunar vegna. Það hefur svolítið verið þannig með það alþjóða samstarf sem við tökum þátt í sem oft hefur verið umdeilt á þeim tíma sem við höfum verið að sækja eða í ferli, hvort sem við nefnum NATO, einhverja GATT-samninga, EES-samningin, allt þetta var gríðarlega umdeilt á sínum tíma en síðan þegar menn komnir inn þá metum við það okkar hagsmunir sem lítilla þjóðar séu þær að taka þátt í slíku samstarfi og ég efast til dæmis það að stjórnarmálamenn í meginstörnum stjórnmálana ef við göngum inn sama hvað þeir eru í dag munu beita sér milli hörku til þess að ganga úr sambandinu á næstum áratugum eftir ef við göngum þar inn. Það er líka bara þannig að ef ég tala við norræna stjórnmálamenn sama hverju liggja á lítrófinu í dag
það eru ekki margir þeirra hérna í svona löndum sem eru í ESB, jafnvel sem eru nokkuð langt til hægri og nokkuð íhaldsamir sem tala fyrir því að ganga úr Evrópusambandinu. Þetta er náttúrulega algjörlega hagur okkar Pawels að ganga inn. Það liggur alveg fyrir. Það er hagur Íslands að mínum átti. Nei, það er hagur okkar tveggja og stjórnmálamann og embættismann að ganga inn. Þetta myndi alveg breyta algjörlega möguleikum okkar í vinnu og öðru slíku og það við værum í Brussel, í skattaparadísinni þar. Þetta er náttúrulega bara stórkostlegar aðstæður fyrir okkur. Það er engi vafi að þegar fólk myndi horfa fram á það að við vorum að missa völd í allar handa málum sem okkur við sjálfsagt að hafa og eigum að hafa. Að það er mikil andstaða við það. En það eru auðvitað mjög sterk öfl og þarna sem að vilja halda þessu saman þó þeir segja allt annað vimman þegar að maður á svo spjall við þau. Ég eignaðist fullt af vinnum í minni tíð sem utanríkisráðherra og svo sem fyrir þann tíma sömulegis sem þingmaður í alþjóðasamstarfi. Það var engin ráðherra, engin kollegi minn sem hvatti mig til þess að Ísland ætti að ganga í Evrópusambandið. En sumir sem að sögðu heima fyrir bara töluðu upp Evrópusambandið sögðu bara alls ekki fara þarna inn. Vinnan og orkan sem fer í þetta er alveg gríðarleg, bara sem dæmi að því að við lögðum mikið upp úr því að efla hagsmunagæsluna gagnvart EES og besta leiðin til að efla hagsmunagæslu EES er það að þú sért að hafa áhrif á gerðirnar á fyrstu stigum og sem EES-ríki að þá höfum við aðgang á svona 600 hópum. Það þarf að manna þá og þú þarft að vinna þá vinnu skipulega. Ef við gengum inn að þá eru hóparnir 2500. Og við með okkar utanríkisþjónustu, við vorum fórustu í norðurslóðunum, við vorum að leggja áherslu á öryggis- og varnarmálin, við stórum tengslu við Bandaríkin, Bretland, vorum í mannréttaráðinu, þróunaraðstoðinni, hvað það er. Þarna Norðurlandasamstarfinu auðvitað, númer 1 og 3. En sko, þú veist, þú þarft miklu meiri mannafla ef við ætlum að gæta hagsmuni okkar í þessu. Því það er verið að taka ákvarðanir alla daga í Evrópusambandinu, hjá Evrópusambandsríkjunum sem hefur áhrif á fólkið í Evrópusambandinu. Og bara það, og hvað er Við þurfum ekki að sitja í öllum nefndum. Nei, þú verður að gæta hagsmuni. En við fengjum meiri áhrif og það kostar auðvitað þá að gera það er rétt, en ég held að það sé þess virði. Þetta er sko, við erum að ráða þess að núna. Hví skildum við láta útlendingar ráða þessu og reyna að hafa áhrif á útlendingarna ákvarðanir sem að snúa okkur. Bara núna þegar þeir brutu EES-samninginn, Evrópusambandið, þeir brutu EES-samninginn, að þá var það út af einhverjum hagsmunum einhverstaðar í Slóvakíu og Slóvaníu og hvað það er. Þetta voru einhverju starfsmennir heildarstarfsmennir eitthvað nokkur hundruð eða þúsund eða hvað það er. Og þeir gekk svo vel í lobbýringun inn í Brussel að þeir gengu það skref að brjóta EES-samninginn. Hvað heldur við værum í mörgum svona málum að taka slægi allt milli himins og jarðar? Og svo annað, skoða líka, einhver getur sagt, þetta gengur svo rosalega vel. Já, er það? Ok. Skoðum Draghi-skýrsluna. Ég meina, Draghi er sko, þú veist, eins heitur federalistu ESB sín svo hægt er. Hann fer bara í löngum málum. Þvert á sem við ætlum að þá er samkeppnishófn okkar að skerðast allstaðar. Og við erum að drepa okkur í reglugerða fargani og meðan að Washington kemur 3000 gerðir og þá komum við með 10.000 og hann fer bara yfir það að þau markmið þetta er skrifa út í Lissabonsáttmála og í rauninu öllum sáttmálum að Evrópa á að verða efnahagslegt eitthvað stórveldi ekkert að þessu gengi eftir og það er náttúrulega bara að þú ert með uppbyggingu sem er ekki mjög góð sem er einfallega þessi þú ert með embættismenn sem að ráða gríðarlega miklu og þau hafa ekkert aðhald. Það er enginn að kjósa þá inn eða út og þeir sem eru með mestu... Það stjórnkerfið sé svona veikt þarna. Já, það var gott að vera veikt en það er sterkt. Og Já, eða hefur ekki, fylgist ekki með því sem er að gerast í læginu. Hvernig, sko, þú veist bara hvernig þetta er. Að það er bara alltaf það sama. Og það er ekki að þetta fólk með horn og hala eða eitthvað ofsalega illa innrætti eitthvað. Þetta er ekkert svoleiðis. Það er bara að þú býrð til fyrirkomulag þar sem að eitthvað fólk er með mjög mikið völd. Og það er ekkert aðhald, það er ekkert kosið inn eða út eða það eru fjölmiðlar að fylgjast með því að hvað það er. Þá alla jafna, þá gera slæmir hlutir. Og það er nákvæmlega sama sem búið að gerast varðandi Evrópusambandið. Og þetta er í rauninni bara, það er hægt að segja endalausar gamansögur af þessu en að fara til dæmis í Evrópuþingið og upplifa það sem er í gangi þar.
Já, þú sem gamall blaðamaður, ef að þú hefur verið að fjalla þetta, það hefur verið marga forsíðnar sem þú getur að skrifa, sko. Já. En það er engin... Dugði nú alveg hérna áður fyrir. Ég nákvæmlega. Nei, til að fá fréttirnar, sko. Nei, ég er að segja, skilur, ég skil hvað það segja. Ég meina, okkur stjórnmálamönnum finnst ekki alltaf því blaðamenn sanngjarnir eða sanngjarnt, en það er guð með góðu hvað er miklu betra því sem hafa aðhald með okkur, heldur en ekki. Já, kannski eitt sem við erum að hætta, sko. Við erum að fara að hætta. Já, eitt sem Guðlaugur nefndi þarna áðan ég vil þetta bara kannski ekki smætt þetta niður í það að maður sé hérna í einhverju baráttu til þess að hérna einhvern veginn auka sína atvinnumöguleika. Ég hef nú komið til Brussel og mér kannski ekki endilega, svo ég segi bara, mest spennandi staður til þess að vera á. Það er mjög margt aðri staðir í heimi sem eru hérna meira spennandi, en ég líti á þetta út frá hagsmunum þjóðarinnar. Og eitt af því sem við auðvitað ekki mikið rættum bara hérna geopolítiska staða. Ég meina, það hefur auðvitað ekki farið fram hjá neinum og það hérna breytt ástand í heimsmálunum og ég tel að sé rétt að hérna ríki Evrópu hérna standi saman og við eigum þetta góða samleið hérna með þessum þjóðum. Við höfum tekið upp mikið af þessum hérna reglum og lögum sem Guðlaugur nefnir hér. Ég meina, það er auðvitað margt sem varðar samkeppnishæfni, varðar innri markaðinn og margt af því tökum við upp hvort sem er. En ég meina, ég hef bara verið viðstaddur og heyrt þegar fólk hefur til dæmis frá Danmörku talað það að í tengslu við hérna deiluna sem varðaði Grænland við Bandaríkin, þá hafi skipt töluverðu máli að Danir hafi verið í Evrópusambandinu, bæði út af því að þarna áttu þetta að beita ákveðnum viðskiptaþvingunum til þess að ná fram pólitískum áhrifum og svipaður temningu varði Spán í dag. En þetta er bara líka það er gott að vera í ákveðnum klúbbi og Evrópusambandi er klúbbur þar sem fleiri ríki skuldbinda sig að standa saman pólitískt og efnahagslega. Og ég vil að Ísland sé hluti af klúbbi þar sem fleiri ríki eru lagalega, pólitískt og efnahagslega skuldbundin til að standa með okkur. Já, það er mikil umræða framöndan. Já, ég bara, þetta er tímabundið ástand að með breytast, að því að menn eru raunni bara að nota Trump til að hræða okkur inn í Evrópusambandið og mér er bara áhuga... Það er alltaf gott fyrir Ísland að hafa bandamenn. Já, algjörlega, því ættu kannski sinna þá eitthvað aðeins Norður Ameríku, en svo vittu aftur í Össur, við talum við hann sagði að það gæti verið að franski fasistinn er næsti forseti Frakklands. Ég veit ekki hvort að það sé eitthvað í þá veru, það sé eitthvað sem er í samræðum við okkar gildi. Já, og ég bara hvet fólk sko þetta er ekki Norðurlöndin, Evrópusambandið. Og ef þú ferð og skoðar ástandi í hverju landi fyrir sig, að þá held ég að mjög fáið segja, heyrðu, þetta er nú eitthvað fólk sem að við hefum ofsalega mikla samleið með því að, við hefum alveg samleið með því að við erum bæði skilgreind í þessi álfu að vísu við að mjög litlum hluta en það er aukatri en sko ekki vera að fegra þetta blessa Evrópusamband og forystumenn þessara landa. Það er finna lönd sem við hefum meiri samleið með samt. Já, er það? Ef að fara yfir löndin? Ungverjaland eða Búlgaríu eða Við erum búin að vera lengi meira samleið með þessum löndum heldur flestum löndum. Við erum búin að vera lengi. Já, ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Og Páll Bartosek. Og við verðum hér aftur að viku liðinni. Sæla sinni.